Heyrðu, kíkjum aðeins saman hérna á þetta hérna dæmi. Þetta sé hluti G. Já, ok, hérna dæmið. Við erum með hérna eitthvað fall og það sem stendur hérna f af t, sjáu það? F af t er saman sem vaff 0 pluss a snuð t. Þetta þýðir það að t er breytan. Vaff 0, a eru fastar. Og við erum búin að fara í þetta núna fyrir kafla hvernig maður heildar breytu og fasta, hvernig eru meðhöndlaðar mismunandi. Ok, þannig að í a-lið hérna að þá áttu bara að finna stoppfallið, þú ert bara að heilda fallið. Ok, og þú eru heildar það farið hérna eitthvað f af t og það farið eitthvað hérna plus k. Ok, og við verðum að finna þetta k í lið b. Og í lið b stendur að út af notfærðar upplýsingar að hlutur hefur ekki farið neina veginn þegar tíminn er 0. Ok, það sem það þýðir að f0 er saman sem 0. Það er að segja ef að t-ið, þetta hérna, ef það er 0, þá verður útkoma 0. Sem þýðir það að við getum endurskrifað þessa hérna jöfnu nema að þetta verður 0 og inn í þessa hérna rómsu setjum við t saman sem 0 og þá áttu að geta fundið út k-ið okkar hérna. Ok, þannig að þá ertu komið með jöfnu fyrir f af t, þá ertu með eitthvað k inn í því og þá getur þú farið inn í c-liðin. Þá er sagt í c-lið að upphafshraðinn er 2, það er að segja að þetta vaff 0 verður 2, hröðunin a verður líka 2 og síðan er verið að spyrja hvað er vegalengdin, það er stóra F, þegar liðnar hafa verið 6 sekúndur. Það er að segja F af 6. Svona. Þetta er C-liðurinn. Ok. Síðan kemur næsta dæmi í hluta G sem er öllu flóknara eða jafnan er mun flóknari. Já. Svona. Já, þið sjáu þessi jafna sem er gefin hérna efst uppi, hún er mun flóknari. Eða hún er aðeins flóknari, já. Og þarna er vaff max og m eru fastar og t er ennþá breytan. Og þetta heildi þarna, þetta heilda vaff max er ekkert erfitt. Græns. Ok. Síminn hættir að hringja. Að heilda þetta er svolítið tricky. Þannig að pási myndbandið hérna og reyni við heildið. Pási myndbandið, reyni við heildið og komum síðan bara tilbaka þegar hérna þeir eru búin að reyna við það. Þetta verður svona með e í veldunni mínus mt. Ok. Sko ef við einblínum á komin að f af t, við erum að heilda með tilliti til t. Þannig hérna er að heilda bara fasta. Það verður þá bara vaff max sinum t. Alveg eins og ef að þið ætla að heilda töluna 5
þá er það bara 5t. Þetta verður síðan öllu flóknara. Þetta mun líta svona út. Og þið sjáu að ég er allt í einu kominn með 1 dilt með m. Ástæðan fyrir því er sú að þegar ég er sem sagt að fara frá stóra F niður í litla f, það er að segja ef ég ætla að diffra þessa einingajöfnu fyrir stóra F og ég ætla að diffra hann hérna part, að þá kemur þetta mínus m hérna fyrir framann, nema ég vil ekki fá eitthvað mínus m, þess vegna deili ég hérna með m og þessi mínus m gerir það að verkum að þessi mínus breytist í þennan plús. Við getum tekið aðeins einfaldara dæmi og spá bara því hvernig heildum við e2x. Þetta verður hálfur e2x. Og þú sjá, við erum með hálfanannu fyrir framann út af þessum tvisti hana. 1 deilt með 2. Hérna erum við með 1 deilt með m. Þannig að þetta er eiginlega mjög sambærilegt að því leytinu til. Þetta er sérst A-liðurinn, hann er fáanlega gefinn. B-liðurinn hann er eins og í dæminu undan. Þá þurfum að nýta ykkur það að f af 0 er saman sem 0. Þá er að finna út, já herri, ég er náttúrulega að gleyma hérna k-in hérna. Ég er að gleyma hérna plus k. Gleyma plus k-ni. Steingleym því. Í B-lið já, og þá er að nýta ykkur þetta hérna til þess að finna út k-ið okkar. C-liðurinn þá er þetta bara komið k-ið og skrifið það inn í stoppfallið. Og síðan er D-liðurinn, hann er svipaður eins og í dæminu undan. Þá erum við eitthvað vaftmaks gefið, við erum með m og þegar reikna út f af 30.